Hér ætlum við að skoða hvernig maður heldur og tekur þátt í veffundum á Edfinning Live. Við byrjum á því að fara hér inn á edfinning.net þar sem við skráum okkur inn með okkar aðgangsorðum. Edfinning Live er þetta eiginlega skólasamfélag Edfinning, þessi félagsvefur þar sem kennarar geta verið í sambandi, stofna verkefni, tekið þátt í netnámskeiðum og líka haldið lifandi veffundi. Og það er einmitt það sem við ætlum að skoða hér. Annars vegar hvernig maður heldur veffund og hins vegar hvernig maður tekur þátt í veffundi sem annar boðar til. Og við byrjum á því að skoða hvernig maður heldur veffund. Veffundirnir eru hérna undir events, viðburðum, og þá getur maður bæði skoðað hérna það sem er í gangi hérna af viðburðum í dag og þessa vikuna og þennan mánuðinn. Maður getur skoðað viðburði sem að maður sjálfur hefur boðað eða hefur boðaður á hérna, og síðast en ekki síst að þá getur maður búið til nýjan viðburð eða fund. Og við ætlum að gera það. Og fundurinn heitir eitthvað lýsandi, það er stutt lýsing á fundunum hér. Það er hægt að setja hér inn viðburði sem eru á staðnum, til dæmis Edfinning dagur í skólanum eða eitthvað svoleiðis sem þið geta auglýst þarna inni. En við erum að skoða hér sem sagt viðburði á vefnum eða veffundi, þannig að við veljum það. Síðan ýtum við hér á Next Step og þá getur maður til dæmis sett hérna einkennismynd fyrir fundin ef maður vill. Ég ætla að setja hérna Rannís logoið hérna sem einkennismynd fyrir fundin. Það er komið inn. Það getur valið hér tungumál, hversu margir munu koma, og það eru sem sagt 2 til 10 sem við ætlum að setja hérna á fundin. Og svo setjum við hvurslags fundur þetta er. Og hérna, og það eru ýmsir möguleikar hér. Við ætlum að velja Other, og svo höldum við áfram. Það er hægt að velja hér hverjir geta mætt á fundin. Fundurinn getur verið opinn fyrir öllum í Edfinning og þá birtist hann í þessu dagatali sem ég sýndi þarna fyrst. Eða það séu eingöngu þeir sem eru á mínum vinnarlista eða kontaktlista. Eða að ég get hérna takmarkað fundin við fólk frá ákveðnum löndum, til dæmis Íslandi eða Danmörku og svona. Það er kannski ágætt að maður er að hitta samstarfsfélaga frá öðru landi, þá geti það átt við. Ég ætla hins vegar að velja hérna kollega minn, þannig að ég vel hérna úr mínum vinnarlista. Fundurinn á að vera í klukkustund. Við finnum dagsetningu fyrir fundin og við ætlum að velja daginn í dag. Svo ýtir maður hérna á leitina til þess að fá það inn, og þá eru hér mögulega tímasetningar fyrir fundin í dag og þá hérna veljum við hér einhvað sem að passar. En athugið að þetta er Evróputími, Central European Time, og á veturna þýðir það að það er klukktíma á undan, en á sumrin 2 tímum á undan. Þannig að núna er vetur til dæmis að þá er þetta klukkan 5 sem þetta í íslenskum tíma. Við höldum áfram, hittum á Next Step, og þá ætla ég að velja hérna ákveðin kollega hérna listanum hjá mér, og það er Sigríður Vala, og ég vel hana hér og býð henni inn á fundin. Maður getur verið með tölvutorg tengt fundinum og einnig svona skjalamöppu. Þannig ég ætla að velja það, og svo getum við skoðað fundin. Þannig að það er hérna titillinn, stuttlýsing á fundinum, og svo framvegis hverjum er boðið og svoleiðis, og svo stofna með fundin hér. Þannig að núna er kerfið að stofna fundin og viðburðurinn er komin í loftið, og við getum þá skoða hérna aftur undir Events og Your Events, og þá á hann að vera þar. Og hann er hérna og við getum skoðað hann nánar, og þá sjáum við hérna sjáum við þáttakendurna og Sigríður birtist hér á eftir. Hér erum við með tölvutorkið sem við getum þá notað, og hér getum við sett skjöl sem tengjast fundinum.
En hvernig lítur þetta út hjá Sigríði Völu? Við ætlum aðeins að skoða það og hvernig hún sem sagt tekur þátt. Nú þegar Sigríður kemur hér inn þá tilkynning fundin hérna undir bjölluíkoninu sem hún smellir á. Og hún getur ýmist hafnað eða samþykkt fundin og hún samþykkir fundin. Og þá sjáum við bæði að það komin tilkynning hérna að hún hefði gengið á fundin hérna á veggnum hjá henni. Og eins sem hún fer undir Events og það undir Your Events hennar viðburða þá fundurinn sem sagt hér. Nú hún kemst ekki strax á fundin að því að hann ekki byrjaður. Hann byrjar ekki fyrir en sem sagt klukkan 5 að íslenskum vetrartíma og það svona það bil korteri áður sem hægt að fara inn á fundarsvæðið en ekki fyrir en að sá sem heldur fundin hefur opnaðan sem sem sagt Guðmundur. Nú við kíkjum aðeins aftur inn hérna hjá Guðmundi og sjáum hvernig þetta lítur út hjá honum. Hann fer hérna undir Events og Your Events og hann opnar hérna, fer hérna upplýsingarnar fundin og þá getur hann opna fundin með því að fara hérna inn í Enter Meeting Room. Nú þá Guðmundur komin hérna inn í fundarherbergið og enn sem komið hann sá eini hérna, sem sagt, host eða sá sem heldur fundin og hann getur gert svona ýmislegt hér, hann getur til dæmis hérna tekið fundinu upp, þannig að þeir sem geta ekki mætt, þeir geta þá fengið slóð með upptöku af fundinum, hann getur pröfað, hann getur tekið hljóðið af og sett á hérna, sem sagt það sem hann heyrir, hann getur hérna tengt mikrofónin sinn og þið sjá hljóðbylgjurnar sem koma hérna, það þýðir að hann orðin virkur. Hann getur kveikt á vefmyndavílinni sinni og þegar það kemur mynd hérna þá smellir hann á Start Sharing til þess að hún komi hérna til þess að aðri geti síðan hérna á fundinum. En hvernig lítur þetta út hjá hérna Sigríði Völu? Ætlum að sjá sem sagt hvernig hún getur tekið þátt. Nú hún fer hérna undir Events og Your Events og þar veffundurinn hér og þá núna skömmu fyrir fundin, korteri fyrir þá opnast fundarherbergja því Guðmundur var búinn að opna það og hún smellir sömuleiðis á Enter Meeting Room. Og þá hún komin inn. Ég heyri smá bergmála því að ég hérna að tala líka. Þið sjáum að Sigríður hér. Nú hún hefur til að byrja með engin réttindi til þess að tala eða neitt. Guðmundur þarf að gefa henni þau réttindi. Hún getur bara heyrt, hún getur slökkt og kveikt á hljóðinu. Hún getur rétt upp hönd ef hún vill láta heyra í sér. Þið sjáum við það hér að þá kveiknar höndin hérna, þá getur hún til að byrja með slegið hérna inn á spjallið. En við skulum sjá hvernig þetta hjá Guðmundi, en það hann sem sem sagt að halda fundin. Nú hérna inn hjá Guðmundi þá getur hann til dæmis gefið Sigríði réttindi til þess að tala og þá fer hann hér í audio og sem sagt fer hérna í Microphone Rights for Participants og þá sjáum við að það hefur opnast fyrir mikrofón hérna hjá Sigríði. Guðmundur getur líka sem sagt gert hérna Enable Webcam for Participants og þá getur Sigríður vala líka deilt mynd. Ef það vandræði með nettengingu, segjum hennar megin og þá myndum við til að mæla með því að hún gerir það ekki því að myndin tekur tölverða sem sagt bandvít. Þá förum við aftur inn hérna sem Sigríður val og þá sjáum við hérna inni á henni þessi íkon komin hér upp. Hún getur tengt mikrofónin sinn og hún getur tengt myndavélina og svo framvegis. Nú við lítum að lokum aftur inn hjá Guðmundi. Nú aðeins hér í lokin að minnast á hljóðgæði og slíkt. Við mælum með því að þegar fólk ekki að tala að þá loki það fyrir mikrofónin og það gerir það einfallega með því að smetla hér.
Þegar strik kemur hér yfir er það lokað og þið sjáu líka að það kemur hérna. Því ef að það eru margir með réttindi til að tala og allir með opna mikrofóna þá geta skapast svona hljóð vandamál. Nú síðan er líka hægt að deila skjánum hérna, þá smellir maður hér til að gera það. Og ég ætla nú ekki að gera það en það er til þess að þið eru með dagskrá, efni, glærur eða eitthvað slíkt, þá getið þið sem sagt sýnt það þarna á fundinum. Nú upp á hljóð og annað slíkt, ef það koma tilkynningar hljóð eða mynd eða eitthvað slíkt og þið beðið að samþykkja þá mælum við bara með því að fólk geri það til þess að hlutirnir gangi. Nú þegar fundinum er lokið þá fer maður einfallega hér í meeting og maður gerir bara end meeting og gerum það. Nú þetta var í stuttu máli hvernig maður heldur og tekur þátt í veffundum á Edvinning Live. Gangi ykkur vel.